Það eru tveir menn að labba og svona, það er mikil stemning hérna, sko. Já. Rosaleg stemning, allir í stuði, sko. Já, einmitt. Það greinir það einhvern veginn svona. Já. Það er hérna birki ilmurinn í loftinu, sko. Já. Íslensk birki hér, við saman Póst og Síma. Já. Já. Heilningi, það er rúta full á útlendingum, sko. Ná. Við komum í bæinn og svona, taka myndir og það er alveg rosaleg stemning hérna, sko. Já. Eru þeir að taka myndir af þér? Nei, ekki rauð nú að því. Nei. Já, ég byrja það að gera það. Já, en ekkert fleira að gera þarna í bæ? Jú, þarna kemur gammal kall, þarna. Já. Og hann er líklega að fara hérna eitthvað. Hvernig lítur hann út? Hvernig lítur hann út, Jón? Hvernig lítur hann út? Já. Hann er svona lítill, hálskollóttur. Og með eitthvað merki svona á jakkanum. Jón, já. Er engin landsfrægur maður að labba hana fram hjá þér? Nei, það er engin landsfrægur, sko, ekki sem ég sé í augnablikinu. Það er náttúrulega alveg mjög mikið af fólki í bænum í dag, sko. Já. Mikil stemning, sko. Virðast menn vera vel vakandi þó að það sé svona snemma morgni, Jón? Menn virðast vera mjög vel vakandi, já. Alveg einstaklega vel vakandi. Já. Og það er mikið fjör í fólki, sko. Mikið kátína og gleði hjá mönnum, sko. og mikið annað kemur kettling með tösku. Já. Hvernig getur lýst henni eitthvað nána? Ég get lýst henni, hún er í bláum gallabuxum, hvítri blússu og jakka. Þetta er ekki kettling því, þetta er kona því núna. Já. Hún kemur nær. Já. Og hugguleg kona og hérna. Herðu, þarna kemur sköllóttikallinn aftur. Jæja. Hann er kominn hérna aftur. Já. Og hann er að fara inn á Póst og Síma. Ég vil taka það fram að við fylgjumst með þessu hérna í beinni útsendingu. Þetta er einhver útsendingur. Við fylgjast með konunni sem kemur hérna í rauðajakkanum og hún er með eitthvað merki í barminum. Já. Vinstri barminum og... Jón, einhverjir hjólreiðamenn þarna? Það var hérna hjólreiðamaður áðan. Já. Með svona headphone. Já. Og var að hlusta á mig, sko. Var hann að hlusta á þig? Hann var að hlusta á mig, já. Ég veit ekki hvernig hann næri einhvern veginn, sko, símalínunni, sko. Já. Einhver frá Póst og Síma, sko. Já. Heyrðu, hérna, já. Nei, það er bara alltaf verða vitlaust hérna, sko. Segðu okkur frá. Býttu? Það er komið hérna sendibíl. Já. Brúnn sendibíl. Og það er einhver maður í honum eitthvað að baksa. Fer út afturdyrnar núna og lokar honum. Jón, hvernig lítur maðurinn út? Maðurinn, ég greina hann er með tösku, brúna tösku og eitthvað grænt rastlundur hendunum, svona grárri peysu. Já. Huggulegu maður svona með skollit og hár. Já. Og hann er svona glaðbeittur, rennir hendinni gegnum hárið og svona fer inn á Póst og Síma. Hann er að fara þangað líka, já. Að hann fái ókeypis bók? Að hann sé að fá ókeypis símaskrá? Hann er örugglega að ná sér í ókeypis eintak af símaskráði. Já. Það er nú hver að verða síðastu. Þeir sögðu mér það inni að það var allt vitlaust að verða. Já. Hérna koma 3 útlendingar. Já. Vendand út í loftið með myndavélar og svona. Hvaða þjóðerni heldur þeir séu? Þeir eru þjóðverjar. Greinilega, sko. Já. Þeir eru svona, myndi þessum svona þjóðverja túristafutum, sko. Já. Sem eru svona grófari. Skandinavarnir eru alltaf í svona fjellrefen krumpugöllum einhverjum. Með svona fjellrefen bakpoka. Já. Það er heilmikil stemning. Alltaf verða vitlaust hérna. Við fylgjumst með þessu, Jón? Já, við gerum það. Og við skulum bara fá hérna lag, en... Á ég ekki að koma með símaskrána? Endilega, og sýnda okkur þessa merku bók.